Jæja Hrafnhildur, glæsilegu sigur hjá ykkur hér í kvöld. Hvernig fannst þér leikurinn? Mér finnst það frekar öðruvísi leikur. Það er náttúrulega að pressa okkur ekki mikið, þannig að við verðum með þolinmóðar að bíða eftir opnum svæðum og svona, þannig að boltinn myndi detta inn. Einmitt. Og nú náttúrulega gerði Nick 5 breytingar frá því að sigurleiknum móti Val. Já. Veistu, var hann bara að hvíla fyrir Evrópuleikina, veistu það? Við erum náttúrulega með mjög breiðan hóp. Þetta er þriði leikurinn okkur núna í vikunni. Við spilum bikar móti IBF og Val núna fyrir 2 dögum og 3 dögum. Þannig að bara fínt að dreifa álaginu og við erum með svona góðan hóp. Við talandi góðan hóp, það er kannski ósanngjarnt fyrir önnur lið í deildinni þegar 2 landslið kom inn á, Agla María og Áslaug Munda kom inn á. Það er ekki hvar sem er að það gerist. Nei, alls ekki sko. Gekkja, maður getur alltaf, þú veist alltaf hvað þú fær frá varamönnunum sko. Gekkja að geta allt varamenn sem að breyta leiknum. Einmitt. Og hvernig fannst þér svona þinn leikur vera enn í dag? Mér finnst það bara solid. Já. Áttur hann að stóðsendingu? Já. Það sem þú laði virkilega vel upp, mann ekki á hverju það var, en þú laði frá vinst, edit nákvæmlega, það var bara virkilega vel gert. Já. En já, það voru nokkuð góða sendingar sem er inn í teiknum, þannig að við fengum alveg fullt af færum, við hefum getað skorað miklu fleiri mörk. Einmitt. Kannski afstæðanleg spurninga, en er ekki svona titillinn svona hægt og rólega 9 fingur á dollunni? Við náttúrulega erum að stefna á hann, en við getum ekkert verið of kokki núna, það er fullt að leikjum eftir og þetta er mjög flott að breytast þessi deild. Þetta er miklu jafnari deild en vanlega finnst mér, þannig að það getur hver sem er stólið stigum okkur öðrum. Og talandi vera kokki, voruð þið smá kokki á móti IBF daginn? Kannski var það, ég veit það ekki, við byrjum náttúrulega hræðilega móti IBF, en sem betur fyrir náðum við að landa þeim sigri. Og núna eigið líka séns í að vinna tvöfalt, hann náttúrulega bikarleikur á móti FH. Já. Hvernig leggst hann í þig? Hann leggst mjög lífi. Ég farið einmitt í 2 bikarúrslit og tapaði báðum, þannig að það var ekstra næs að vinna núna. Komið tími til að vinna? Já, klárlega. Herðu bara til hamingju með flottan leik og bara takk kærlega fyrir viðtalið. Takk fyrir.